Komið þið sæl, við byrjum á yfirlitskortinu og sjáum hér þessa sunnanátt og skilin sem eru rétt vestur af landinu. Lægðin kemur hér aðeins nær landi og skilin ganga til austurs þegar líður á kvöldið og nóttina. Það má búast við hvassri sunnan eða suðaustanátt allvíða á landinu, rigningu sunnan og vestan til og jafnvel talsverðri rigningu við Breiðafjörð. Og síðan erum við svona í þessari lægðamiðju hérna alveg næstu daga og má segja að það verði nokkuð vætusamt allvíða en í kjölfar lægðarinnar hins vegar mjög hlýtt, hitinn náði 18 stigum á nokkrum stöðum á norðanverðu landinu í dag og síðan sjáum við fáum annan svona hlýjan geira hérna inn á miðvikudag þannig að það er svona útlit fyrir að verði hlýtt víða land en þá má búast við smá norðanátt á Vestfjörðum. Það eru gular viðvaranir vegna vinds í gildi í nótt og til fyrramáls á Suðurlandi, Faxaflóa og Breiðafirði og viðvörun vegna úrkomu á Breiðafirði en þetta verður gengið úr gildi í fyrramáli klukkan 9 og svo sjáum við að það svona lægir mikið víðast hvar á landinu en þó allvíða skýjahula og svona skúraveður framundan. Í fyrramálið áframhaldandi áframhaldandi suðaustanátt Það verður svona hægari vindur við vesturströndina þar sem skilin hafa þá í raun og veru gengið yfir en þau verða svona hérna yfir Austurlandi í fyrramálið. Líklega sést aðeins til sólar á norðanverðu landinu en talsverð úrkoma við suðausturströndina og skýjað og lítilsháttar væta annars staðar. Við sjáum það hitatölurnar eru allar víðast hvar tveggjastafa tölur og á morgun gæti hiti náð 17-18 stigum í innsveitum á norðaustanverðu landinu. Það verður þá áfram skúraveður hér á sunnan- og vestanverðu landinu, svolítil rigning á Vestfjörðum og eins hér við suðausturströndina. Það verður hvassast á Austfjarðamiðum síðdegis á morgun en lægir þar annað kvöld. Á þriðjudag þá er útlit fyrir að við fáum lægð sem að fer aðeins yfir landið eða svona eimir eftir að þessari lægðabólu sem er hér núna. Og hún verður hér og svona fer aðeins yfir land og breytir þá vindáttinni. Það gengur í norðanátt og kólnar samfara því á Ströndum og Vestfjörðum en sunnanátt víðast hvar annars staðar. Líklega bjartviðri allvíða en þó einhverjar skúraleiðingar sérstaklega inn til landsins. Á miðvikudag útlit fyrir nokkuð djúpa lægð austur af landi. Það rignir með henni á suðaustur og austurlandi en aðalbreytingin á veðri hér þá að áttin verður norðurlæg þannig að kaldalofti fyrir norðanland hann nær frekar inn á land og það er markverð breyting á hitastigi svona frá því sem að verið hefur hámarki líklega ekki nema 12-13 gráður á Suðurlandi. Á fimmtudag eru skilin ennþá við suðausturströndina. Allhvöss norðanátt á Vestfjörðum verður líklega slitta til fjalla en rigning á láglendi en bjartviðri á Vesturlandi og jafnvel á héraði líka. En ef við bregðum okkur þá til Skandinavíu og meginlands Evrópu, þá nú farið að létta aðeins til í Skandinavíu, búið að rigna mikið þar undanfarið, en það er talsverð úrkoma víða í mið-Evrópu, varað við mikilli rigningu í dag í Pólandi og þrumuveðri og svo varað við miklum hita til dæmis á Kýpur á morgun, en annars staðar nú svona veðrið ekki þannig að það sé verið að vara mikið við því, en víðast hvar farið að hausta svo lítið, hitastigið allvíða komið niður fyrir 20 gráður í mið-Evrópu. En það er ennþá hlýtt og bjart á Spáni. Rigningin sem hefur verið við norðurströndina þar í dag, hún ætti að vera komin til austurs og fínasta veður þar á morgun. Í Bandaríkjunum er ennþá talsverð úrkoma í svona suðaustur hluta Bandaríkjana, en það er ennþá mjög hlýtt í eyðimörkinni til dæmis og í dag voru kominir 55 dagar þar sem að hiti var 43 gráður eða meira í Arizona í sumar sem er met og talsvert langt frá fyrra meti sem voru 35 dagar í röð. En það er öllu skára veðrið við vesturströndina 20-24 gráður og bjartviðri. En það er hvöss suðaustanátt hjá okkur í kvöld og nótt. Það eru gular vindaviðvaranir í gildi á sunnan- og vestanverðu landinu, úrkomuviðvörun á Breiðafirði, en það lægir og léttir til þegar líða tekur á morgundaginn en verða skúraleiðingar víða síðdegis á morgun. Verið sæl. Mig langar til